Sóknarformaður sagði mér bara í rauninni, Valmar, þú ert með sterkar skoðanir en þú kannt ekki að mér finnst óeðlilegt að dýpa og píkumyndir eru varpað á kirkjuvegg. Þetta eitthvað sem má gera annars staðar, ef þetta er starf. Ég ólst upp á sovjaskum tíma í Íslandi. Þá var í skólanum, til dæmis í sögutíma. Við vorum að lesa þarna og læra sem sagt fyrir próf eitthvað sem við vissum að ekki satt. En þú þurfti að ljúga til að komast til næsta bekk. Vonandi kemur ekki svo tími á Íslandi að við þurfum að ritskoða allt sem við segjum. Það þannig. Það komin, já. Minnir þetta mál þitt þig á tímana í Sovétríkjunum? Við erum í áttina. Valmar Veljóts, hvað segirðu gott? Já, bara tókalegt, ekki bara. Allt í fínu leið. Hérna, nú kann að vera einhverjir sem að hlusta, veit ekki alveg hver þú ert. En fyrir þá sem veit ekki hver þú ert, hvernig myndirðu lýsa sjálfur þér? Nú, ég kem frá Akureyri. Uppruni mitt frá Eistlandi, Tallinn og ég tónlistarmaður, kórstjóri, organisti, filuleikari og spila til dæmis með Kvandrarsbræður og Killer Queen hljómsveit og bara gera ýmislegt í tónlistinni. Ýmislegt, hérna, og ástæðan fyrir því að ég vildi fá þig var hérna, þetta fór undan alveg fram hjá mér, en það var uppákoma í Glerárkirkju sem að náði svona, fór í fréttinar það einhverju svona áleitaefni kynfræðslu í hérna Glerárkirkju og þar sem að þú ert að vinna. Og ég var með 2 konur hérna í viðtali sem að sögðu mér að þér hefði verið cancelað og hefði verið rekin út af þessu. Og núna búið að vera svona reiki, ég fór að skoða fréttir þetta, hvort að það veri rétt. Þú svona vildir ekki alveg segja til það við akureyri.net eða aðra miðla. En sko, þú ert allavega hættur störfum í Glerárkirkju. Ég með 4 mánuð uppsagnar frest og það var ekki óskat eftir því að ég myndi vinna þetta út. Svo að ég kláraði í gær með kirkjukórin jólatónleika og þá í rauninni eins og staðan í dag, þá ég ekki að vinna í neinum guðsþjónustum eða messum sko. Nei, já, þú ert ekki eins og að vinna uppsagnarfrestinn? Já, það var ekki óskat eftir því, já. Af hverju var ekki óskað eftir því? Það góð spurning. Takk fyrir það. Það sem sagt, þetta dálítið skrítið út af því að eins og staðan í dag, þá engin plan B. Mér var sagt upp á þess að það væri til plan B og það leitað þarna eftir fólki sem gæti leyst þessi störf sem ég haf gert. Og að mínum mati væri þetta svona eðlilegt að ég myndi að mista spila þessar messur út árið. Þess vegna að desembermánuð dálítið mikið að gera þarna sko. En það lítur að vera þá einhver ástæða að það var ekki óskað og mig grunar að ég þoli ekki að segja, ég vil ekki nota orðið ég held eitthvað. Sherlock Holmes sagði þetta að annarkvort veit ég eða veit ég ekki og mér finnst þetta bara mjög gott en sem brittspilari á móti hugsa maður líkur og ég tel að þessar líkur eru persónulegs eðlis af hverju mér var ekki óskað að vinna áfram. Og það hann að uppákoma í Glerárkirkju sem að hefur að gera með kynfræðslu þar sem að Sigga Dögg kemur með fræðslu foreldrum boðið sömuleiðis einhverjir búin að vera gagnrýna það að vandinn hafi verið að foreldrunum hafi verið boðið mér finnst það svona svolítið sérkennileg afstaða en það kemur allavega upp álitaefni það hvort að það sé í kirkjunar í svona verkahring kirkjunar að standa undir slíkri fræðslu þegar fermingabörn að ræða og ýmsum sem finnst eitthvað það. Hvað finnst þér það? Sem sagt, þetta, ég myndi nú ekki segja að þetta sé aðalástæða að segja mér upp. Þess vegna mér var boðið að þetta væri á hreinu
mér var boðið 70% starf. Ég afþakkaði það. En sem sagt, varðandi þessari kynfræðslu í þessari fermingafræðslu, þá ég var að tjá mig á starfsmannafundi bara tiltölulega skýrt að ég til þetta ekki vera. Ég spurði að þetta skylda? Og sóknarbestur sagði mér að þetta í Norðurlöndum þetta orðin partur af fermingafræðslu og ég veit að þetta mannskja sem bara trúir það sem fólk segir oftast en sem sagt allt annað mál hvernig þetta á að fara fram og hvar þetta á að fara fram og ég sá fyrir tilviljun biskup Íslands var að tala þessari auglýsingaherferð núna sem í gangi og hún sagði að það ákveðin gildi og ég af þessari kynslóð eða bara uppeldi mitt svona að mér finnst gildi vera líka að altarisvæði í kirkju þú veist, ef þú kemur í heimsókn hjá mér þú hjartalega velkomin en ég tel eðlilegt að þú ert ekki beinaleit í svefnherbergi hjá mér. Þetta opnar sem sagt þegar þú notar salernið þú ert ekki að fara að skoða hillur hvað í skápum þarna. Svo að altarisvæði á að vera í kirkju mínum að eitthvað sem heilagt og tiltölulega vel varið af öllu svona fróða sem til dæmis mér finnst óeðlilegt að dýpa og píkumyndir eru varpað á kirkjuvegg. Þetta eitthvað sem má gera annars staðar. Ef þetta starf. Númer 2 það að ég var sem foreldri fyrir nokkrum árum. Já, það var sem síkadögg var á Akureyri og þá erum við að tala 9. bekk og mér fannst þetta tiltölulega gróft sem hún sagði okkur að hún var búin að ræða við börn á 9. bekk. Og ég veit að var ekki á þessari fermingafræðslu og ég var ekki einu sinni á Íslandi á þessum degi en sem sagt mér finnst 13 ára krakkar þetta viðkvæma hópur og ég var kennari lengi áður en ég kom til Akureyri og byrjaði sem organisti. Ég var að vinna í einkakenslu og gerir mér alveg grein hvernig hve mikið mismunandi þroski og feimnismál og þetta í þessum aldri og mér finnst þetta tiltölulega eldfimt áhætta að fara fram á það að fermingabörn þurfa endilega að ræða þarna sjálfsfróun og þú veist, þetta ekki út af því að það ekki lengur skylda að mæta í messur. Áður fyrir var þetta svona að þú átti að mæta 10 sinnum í messu til að geta fermast. Núna þetta ekki lengur skylda. Svo á móti fermingafræðslu skylda. Og þá erum við að tala það að allir þessi krakkar verða að vera á þessari fyrirlestri. og Byrju, það þannig í fermingafræðslu í dag að þú þurfir ekki að mæta í messu? Nei. Til hvers þetta þá? Þetta eitt álitsmál að ég hef verið talsmaður þess að við erum til dæmis í íþróttir allt mjög einfalt. Það 50 flokkur og 30 flokkur en svo fermingafræðsla svona að við erum allt í einu að bjóða 13 ára börn í rauninni segjum eðlilegt lengt í messuhaldi ætti vera svona 45-50 jafnvel 55 mínútur og krakkar eru þarna alveg í nýjum aðstæðum og við horfum fótbolt og það förum létt með það að vera 45 mínútur en þá kemur break og þá sem sagt krakkar eru þjálfaðir til að vera 40 mínútur í geymslutímum í skóla og þessi efni sem rætt þarna frá Biblíu, þetta erfitt fyrir börn að skilja. Svo að í rauninni þarna mættinu vera til að byrja með þetta eru kannski að læra hvað messuhluturinn eru en auðvitað áttu að gera þetta í kirkju. Það eru gerðar svona einhver svona genslu
guðstjónustur og svoleiðis, en sem sagt mæting sem slík ekki lengur skylda og það ekki mitt að segja, ég ekki prestur, sko. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Ég heldur ekki presturinn, ég skal segja hvað mér finnst þetta. Sko ég náttúrulega hef verið trúleysingi í mjög mörg ár, hef svona mildast örlítið gagnvart því, sérstaklega varðar ákveðin svona gildi, gagnrýndi til dæmis mjög mikið og las mikið hérna 7. áratuginn kaþólsku kirkjuna og hvernig hún hagaði sínum málum þegar hún var að flytja presta sem voru sakaðir barnaníð á milli prestdæma til þess að hilma yfir. Þannig að það ýmislegt þar sem hægt að gagnrýna og ég hef gagnrýnt öll trúarbrögð mikið gegnum tíðina. Það sem að mér hefur þótt svolítið sérstakt í dag að svona ákveðin réttrúnaður svona hugmyndir það að kynfræðsla sé mikilvæg og svona það kemur það inn í þetta. Ég vissi þetta ekki að fólk þyrfti ekki að þreyta það að fara í messu til þess að fara gegnum fermingafræðslu. Mér finnst ekki mjög sérkennilegt að það sé ekki þannig og það náttúrulega hluta af þessu að einhvern veginn allir eru komnir með kvíða og ADHD og kerfið þurfum einhvern veginn að vera aðlaga sig alla daga að einhverjum nýjum sérþörfum einhverja vælukjóa, mjög sérkennilegt. En það sem sko sérstætt í þessu sko, og það náttúrulega mjög margir sem hafa sagt að kirkjan aðalega að reyna að sannfæra þá sem eru aldrei að fara að mæta í kirkju það hvað kirkjan sé og að reyna að ýta þeim frá sem eru tilbúnir til þess að mæta í kirkju og eru trúaðir. Og það svona svolítið það sem við erum allir að heyra núna bara mjög trúræknir einstaklingar sem að segjast bara ekki vilja vera hluti af þjóðkirkjunni og þess vegna fannst mér þetta áhugavert þegar ég las þitt mál þó svo að þú slærið einhver föstu það nákvæmlega hvað í þessu felst og hvað þetta þýðir en þá fannst mér þetta vera ákveðið svona mikrodæmi þess á hvaða vegferð kirkjan málið að þarna kom upp þegar ég að tala sóknarprest núna sem sagt Hildur Björk segir að veistu, jú, ég 58 ára en ég ekki alveg mosi sko, að sem sagt veistu að krakkar á Íslandi stunda kynlíf núna í 13 ára aldri. Segir hún þetta við þig? Hún sagði þetta, við vorum þarna saman og ég veit að ég get ekki trúa að þetta eru öll börn í 13 ára aldri farin að stunda kynlíf og svo kom annað sem þarna var að sem sagt þarna var hræðileg niðurstaða í einhverju könnun hver 50 stelpa á 10. bekk segist að vera fyrir áreiti sem auðvitað ekki gott mál sko. Og ég held að hver normal manneskja hugsa svona að þetta ekki gott mál þar á meðal tel ég mikið vera normal og sem sagt málið að ég var sem forræði eins og ég sagði þarna fyrir 7 árum síðan þegar Sigardök kom til Akureyrar og var þarna að tala við 9. bekk svona advanced kynlíf og þessi tölur hafa ekki orðið betri sem sagt rökin í mér segja þá hvernig væri þá að fá frekar einhverju sálfræðinga sem myndi kenna krökkum að haga sér eins og menn að við getum rætt sem sagt kynlífstækni og allt þetta en þá verðum við líka að segja krökkum að ef þið eru komin í þetta eins og jarðsprengju svæði sko, þegar þú ert farin að gera eitthvað sem þú kannt ekki þá getur þú fengið þarna afleitingar sem eru ekki góður sko. Til dæmis að hvetja 9. bekka krakkar að til dæmis að þetta alltaf góð að leiða að hafa endaðar smög en þá verður þú líka að kenna þeim að
ekki skemma líkamanninn. Sama saga, 13 ára börn að mínum mati þurfa ekki endilega að hugsa enda á að þetta sé normalt að stunda kynlíf. Má ég skjóta líka inn í þetta, það var mjög áhugaverð vegferð sem einmitt hafði að gera með Siggu Dögg og það var náttúrulega eitt í þessu var þegar OnlyFans bylgjan svona reið yfir landan þar sem var verið að tala það að það væri bara frábært að stelpur væru svona sjálfum sér nægar í því að vera að birta kynlífsmyndbönd af sér á internetinu og það var einhvern veginn orðið rosalega mikið pepp. En svo var það líka Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, náttúrulega gagnrýndi Siggu Dögg fyrir það að vera að nota kennsluaðferðir sem væru mjög sérkennilegar og höfðu að gera með kyrkingar. Og Sigga Dögg ætlaði einhvern veginn að fara að aðstoða krakka við það að skoða mismunandi eiginleika og hvað þú þurfa að hafa í huga þegar þú væri að nota kyrkingar í kynlífi. Og Hanna Björg Vilhjálmsdóttir sem svona, annar bylgju feministi, sagði bara já, ég held að við ættum ekki að vera í því að vera að kenna börnum neitt varðar kyrkingar og sérstaklega ekki vera svona glansvæða. Já. En þetta einhvern veginn, og það sem ég finnast í þessu að í svona þessari réttrúnar vegferð sem hefur að gera með transmál og hefur að gera með svona LGBT-mál og samtökin 78 að þá allt orðið normaliserað sem að kannski, lengst á jaðrinum hverju sinni. Það að segja, það kemur eitthvað nýtt dæmi eins og bara segjum kyrkingar og kenna krökkum á gagnfræðiskólum svona mismunandi hugmyndir kyrkingar að þú segir já, mér finnst það nú ekki alveg eðlilegt. Já, þá það bara út af því að þú hvítur gamall kallmaður. Og svo einhvern veginn alltaf farið skrefi lengra og þá maður einhvern veginn svona á móti einhverju svona stanslausri framfarahyggju þess hvernig kynlíf eigi að vera og það bara, svo þetta allt í hennu komið kannski bara niður í 8 ára bekk, vika 6 þar sem var verið að kenna einhverjum fáránlega ungum krökkum eitthvað í kynfræðslu og maður má aldrei segja neitt bara svona, já, mér finnst það bara skrítið. Við erum í rauninni, hefur einhvern tíma hefur auðvitað heyrt Overton gluggi. Já, Overton window, okay. já. Og hann þarna sem sagt í rauninni fyrir hlustundur þá vil ég samt útskýra að það sem sagt hvers konar umræður eðlilegt að hafa hverju sinni. Overton glugginn sem sagt sá gluggi sem að svona hreyfist með samfélaginu og svona mótar þann ramma sem að hægt að eiga umræður Já, en svo mér datt í hug að sem sagt við erum mjög oft einhvern veginn það nóg að segja að veistu sérfræðingur, Sigga Dögg sérfræðingur, allt í góðu lagi með það, hún sérfræðingur og hún, þetta samt ekki að mínum að til nóg að fá hana í kirkjuskipið okkar til að varpa á vekk þessar myndir. Segjum, ég kem með annað dæmi að út af því að sérfræðingur gerir þetta, þá þetta eins og allt til lagi. Ég kem með annað dæmi, ég spila golf og segjum, núna væri fínt að auglýsa fyrir börn að golf mjög gott fyrir heilsu og allt saman. Svo fáum við Rory McIlroy og auðvitað ég reikna með við Rory McIlroy ekki svo vitlaus maður, hann myndi ekki koma að slá golfkúlur í kirkju. En út af því að hann sérfræðingur, þá í rauninni ættum við að samþykja það ef hann gerir það. Og þá tekur bara sóknarnefnd sem sagt viski og borgar bara rúður og áfram gakk. Það ekkert mál. Sem sagt, að mínum að þetta orðin svona nákvæmlega eins og þessi Snorri Másson lendir þarna í Hakkavel eftir Vítalið hér. Að í rauninni, það eru menn að segja, sérfræðingar segja að það eru fleiri kyn en þessi tvö. Svo þetta stór miskilningur af mínum mati, þó ég nú ekki neitt að missa mig, að lesa mig til allt þetta en sem sagt á einsku eru 2 orð yfir kyn. Það sem sex, sem kallað kona og svo gender, sem við notum og ruglum þessu í einni gásu, og þá mjög einfalt að segja, sérfræðingar segja þetta aftur og svo leysi. Så að í rauninni, ég bara svo einfaldur að ég búin að lífa minnst 58 ár og búin að kynnast alls konar fólki og svo leysi, en
það eru til allt mörg lög með texta boys and girls and men and women svo af hverju þarf ég allt einu og þetta kynhneigð einhver sagt í rauninni ekki skipta með neinu máli er sem sagt þegar þú hlustar á segjum pianokoncert eftir Chopin eða svoleiðis þú virkilega að pæla, þetta karl eða kona þetta samkynhneigð karl eða kona þetta sem sagt spurning hvort hljóðfæri hljómar þetta hljómar ekki og sama saga segi ég hérna til dæmis biskup Íslands í mínum huga ekki karl eða kona þetta embætti og kynhneigð einhver sá ekki að trufla þetta vera aðal máli sko þegar ég að vinna minna vinnu ég meina ég búinn að vinna hérna saman við gott tónlistafólk sem samkynhneigð ég hef verið í kórnum með trans, ég búinn að vera með samkynhneigð fólk í kórnum mínum og svo ekki síst þegar mér var sagt upp þá fór ég auðvitað að skoða svona leita svona ég skildi ekki neitt hvað í gangi, eitthvað skrítið í gangi þess vegna að ég búinn að vinna í þessum 18 árum sem ég búinn að vera þarna í Glerárkirkju samtals með, ég taldi svona fast upp að minnsta kosti 13 prestar og þar af núna fekk ég að vita að það eru 4 sem eru hinsegin í hinsegin samfélaginu og segja menn, ég búinn að vinna með alla þessa 4 og hingað til gekk þetta upp en núna fór eitthvað af stað sem eins og ég segi á móti líkum svo þetta eitthvað óeðlilegt með það sko. Hlaðvarpið í samstarfi við Stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Poulsen.is, láttu græja rúðuna strax í dag. Já, eigum við ekki bara tala hreint út hérna Valmar og viðurkenna það að það nokkuð ljóst að ef þú varst búinn að vinna þarna í 18 ár með 13 prestum og svo kemur þetta mál upp og þér sagt upp í kjölfarið að þá rosalega erfitt sem bara miðlungsbritspilari að leiða því líkum að það sé einhver önnur ástæða heldur en nákvæmlega þetta. Sóknarformaður sagði mér bara í rauninni að Valmar, þú ert með sterkar skoðanir en þú kannt ekki að Já, hún sagði það. Hann sagði það, sóknarformaður. Þá erum við samt komnir til sérkennilega formaður sóknarnefndar sem sagt. Sko, þetta náttúrulega, já, og það það sem datt í hug, það gott að þú segir það hreint út. Ég nefnilega, veit ekki alveg út af því að það svolítið sérkennilegt og maður að sjá þetta núna í stjórnsýslunni og með embætti að það eru leifar þess að ef að þú ert á röngum skoðunum að þá ber þér að fara að tipla á tánum í kringum eldfim mál. En svo aftur á móti, sko, ef þú ert samt á hinni hliðinni og ert með kyrkingar og teipa og píka og endaþarmsmög og varpa myndum upp á vegginn á kirkjunni að þá það bara gott að blessa út af því að það bara, skilurðu, það bara nýja normið. En þú ert sérfræðingur, þess vegna þetta allt í lagi. En þú ert líka sérfræðingur. Já. Sem sagt. Þetta stórkostlega sérkennilegt. Ég veit ekki, sko, því ég hef náttúrulega verið að tala gegn þessu lengi og að einhverju leyti þá búið að vinda ofan að þessu. En það eru samt leifar þess og mér langar að segja aðalega hjá svona stofnunum sem að reka sig fyrir opinbert fé. Sem að svona rík halda í þetta og ég myndi jafnvel ganga svo langt að tvíeflast með það sem að sjá út af því að fólk að sjá að það að grafa undan þessu út af því að fólk einfaldlega bara komið nóg, það bara trúir því ekki endilega að það séu til fleiri en 2 kyn, það trúir því ekki endilega að allt sem að kemur frá sérfræðingum á tilteknu sviði sé einfaldlega rétt. Það að yfirfæra þetta yfir á svo mörg mál, við erum að sjá til dæmis þeir sem að vinna með þeim sem í eiturlyfjum koma til með að segja hérna já við þurfum að fá meira fjármagn til að koma til móts við þessa hópa út af því þessi vandi mun bara að koma til með að aukast. Maður að sjá þetta í ýmsum umönnun
þar sem að vera að tala við vandræðulinga eða eitthvað þannig sem svolítið samtengt þessu, að þá segir fólk sko, já, ég þarf meira fjármagn til þess að takast á við þennan vanda út af því hann mun bara koma til með að aukast. Og ég spyr alltaf, ef að þú ert alltaf að biðja meiri pening fyrir það að sjá þetta og þú ert svo mikill sérfræðingur og þú ert alltaf að fara að bæta þetta, af hverju segirðu þá líka að þér muni mistakast að takast á við þennan vanda? Af hverju það stanslaust þannig? Eins og með þetta, Sigga Dögg sé kynfræðingur og eins og þú varst að reifa núna áðan það að tölurna væri alltaf að versna gagnvart þeim úlingum sem eru að samkvæmt þessari könnun, já. Nákvæmlega. Að minnstu kosti ekki batna. Og þá myndi Sigga Dögg segja, heyrðu, ég þarf meiri pening út af því ég þarf að sýna fram á jákvæðar og neikvæðar hliðar enda þarf smaka til 13 ára úlinga. En þessi vandi með bara... Þetta var 9. bekkur, ekki í... Já, ok, hvernig sem það er. Eða kynfræðslu fyrir fermingabörn og segja svo að myndi ég gera ráð fyrir að segja þetta með bara að koma til með auka þegar við erum með interneti og svona, ég er svona við erum með internetið, já, en af hverju slærðu því föstu alltaf að þetta muni koma til með að aukast og versna? En á málið að ég akkurat þegar þú spurði hvort ég til að koma þá hugsaði ég akkurat að þegar þú sér lestin að stefna eitthvað á tiltölulega mikla hraða sko. Ég vil tilgangur fyrir mína veru í dag það að þetta sem gerist að samskipti orðin mjög skrítið. Sem sagt, samkvæmt starfslýsingu hjá mér sem organisti, svo menn ættu að skilja að organisti ekki endilega svo típa sem situr bara við orgelið. Organisti sem starfsheiti sem skipulegur tónlistarlífið í viðkomandi kirkju. Og sem sagt, samstarf sóknarprests fyrst og fremst og starfsfólks í þessari kirkju sem sóknarprestur átt á að ráða yfir, þetta samvinna. Við erum ekki með sömu launagreiðenda, sem sagt biskupsstofa veit að svo sem greiðir laun fyrir presta og svo sóknarnefnd sem sér. En samskipti í okkur hefur bara ekki verið neitt. Til dæmis ég núna las að það komin family ministry stefna í Glerukirkju. Ég búinn að vera þarna starfandi, ég hef aldrei heyrt neitt þetta áður. Svo akkurat til dæmis þetta sem gerist þarna, við fengum að vita til dæmis miklu seinna að það búinn að svissa sóknarprest og preststöðu. Og svo ég spurði, þú sem sagt að mynda ákveðin teimi og þjálfari, fótboltalíð, þjálfari það, svo allt einu þetta svissa, sem sagt, og hann kemur með öðruvísi plön og svo leið. Ég spurði, hverju gerðist þetta? Og þá var mér sagt að, þú veist, þetta algengt að til dæmis þarna hvar sóknirna eru sameinast, að þarna gert svona til skiptis prestarinn, en það hefur ekki verið neitt sameining á Glerukirkju. Það bara sami kirkja, sko. Og við erum búin að vinna með sér að Sindri, sko, sem sóknarprest finna ákveðin línur og maður að læra á kerfið, sko. Svo núna allt kemur ný manneska og þá þetta svissa. Við einu sinni vitum þetta ekki. Svo að mér finnst þessi samskiptaleysi vera alveg, og áður en mér var sagt upp var ég ítrekað óska eftir fundi með prestum og sóknarnefnd og prestarnir mættu ekki. Það var bara engin vilji og svo var sagt að prestarnir koma ekki nálægt ráðningu sem auðvitað ekki rétt. Það eru sko ákveðin starfsreglur í þjóðkirkjunni og sóknarprestur hefur mikið áhrif hvort til dæmis segjum að það verður auglýst einhver starf, sóknarprestur verður auðvitað alltaf með og ekki síst sóknarprestur ætti að hafa áhuga að það ríkir fríður og samstarfsvilji og svoleiðis í öllum hóp, sko. En Hildur Björk hefur nú ekki, sem það var talað þarna mikið að það teimi, 2 prestar og tjákni og ef ég væri núna einhverju svona, ég gæti
ég útlendingur til að byrja með og svo ég lagður í eineldi og veist, ég ekki svo típa sko. En í rauninni mér líður að mér var bara það var ekki törf sko. Ég orðin næstum 60 Inuiti að sjórin þarna sko. Heldur að hafa verið auðveldar að sparka þér út af útlendingur? Nei, það ekkert mál. Ég á Akureyri búinn að vera miklu lengur en sóknarbrestur svo að ég á mitt fólk þarna, það ekkert mál. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt en svona þetta nú samt. Einnig boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægi stilltur á staðnum. Eins og ég segi þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég ekki einu svona að grínast, ég að nota þessar vörur í alvörinu. Það ástæða fyrir því að þessir kassar hérna tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate reynd út sagt frábær. Kreatín samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Hefurðu fengið einhver stuðning frá fólki á Akureyri? Nú, það voru í gær á jólatónleika Kórs Glerárkirkju sko, það var fullt hús og það voru 300 manns og auðvitað það ekki alveg venjulegt að okkar kirkjugór svo vinsæll. Þetta var ákveðin stuðningur sem var... Þú varst að spila? Já, ég var að stjórna og spila með kórinn og Óskar Péturs auðvitað vinsæll en það var fyrst og fremst stuðningur en stuðningur ekki málið. Þetta ekki einhver greiði ég sem situr hérna. Sem sagt, þetta sem svona loka verkefni sem ég geri fyrir þessari kirkju sem ber mikla virðingu og ber fyrst og fremst líka virðingu fyrir þetta fólk sem reisti þetta hús og ég tel mig skynja að áætlun fyrir þessari byggingu var ekki alveg kynfræðsla. Ég skulda þessu fólki þann virðing að sem sagt bara minna á svona punkta sem hafa veitt mér það hafa verið mörg góð ár í þessari kirkju sem ég hef starfað þarna og auðvitað það margt gott að gerast. Ég ekki á móti því, núna eru tölur vaxandi, krakkar koma í kirkju, ég ekki á móti því. Ég ekki á móti því að gospelkór kom þangað. Málið það að gospelkór ekki ég hef aldrei verið sem sagt tala á móti gospelkór. Málið að núna gospelkór kemur og ég verð að víkja fyrir gospelkór. Út af því að mér sagt að þetta barn Helgu sem stjórnar gospelkórin. Og þar fylgir sem sagt mér að segja þá pianisti og ég hæfur að spila þetta tónlist. Mér að þetta óskutu eftir því að ég myndi æfa með þeim í fyrra þegar kórin kemur. En þá var auðvitað gospelkór bara með eina bænastund eða helgistund á mánuði og það var, ég að æfa með kirkjugór, ég að stjórna karlagór Akureyrargeysi, ég að stjórna kvennagór Akureyrar. Og það kom ekki til greina að ég gæti æft sem sagt 4 sinnum á mánuði með gospelkór sem bara í rauninni komin þangað til að fá að syngja einu sinni á mánuði gegn því að hafa sama stað og svoleiðis. Núna á móti þegar það komin fastur partur í helgihaldi sem sagt og í kvöldstjónustur. Ekki, ég endur ekki, sem sagt kvöldstjónustur ekki sama en bænastund. Fólk miskilur þetta og kallar þetta meira sem messur. Messa í rauninni svo kvöldstjónusta hvar aldrei skónga.
fólk fer mjög frjálslega með þetta og núna gospelkór orðin partur af helgihaldi í guðsþjónustur og messur. Og það var ekki þannig, þetta var þannig. Það var ekki þannig og núna sem sagt átti að lækka mitt starfshlutfall til að fá gospelkór sem sagt inn og ég á í rauninni að sponsa þess vegna að það fylgir þeim til dæmis pianisti og það bara, ég ætla ekki að samþykja sem ef það verður einhver tíma gefið út sem sagt einhver sögubók Glerárkirkju, ég ætla ekki að vera svo organisti sem samþykti hérna stöðulækkun sem organisti. Nei. Þetta eins og fótboltaþjálfari landslýs og svo viltu fá mjög góða leikmann inn í liðið hjá þér og svo kemur ljós, veistu, Gylfi Sigurðsson sonur einhvers og þú bara gefur bara 20%, pappi hans vill að vera 20% þjálfari með. Mér finnst þetta ekki virka svona sko. Nei, það er margt í þessu sko. Við erum náttúrulega með nærtækt dæmi keimlíkt atriði þar sem að skólastjóri Borgarholtsskóla var látin vita að staða hans yrði auglýst og núna fólk með mismunandi skoðunar af því hvort að það sé eðlilegt að embættismenn eigi bara stöðuna sínar eða hvort að það sé orðið nýlegt bara að stöður verði þá bara alltaf auglýstar og fólk geti bara sótt aftur á 5 ára fresti. En þetta náttúrulega eftir á skýring út af því að hann var náttúrulega rekinn fyrir það að hafa farið með það í fjölmiðla að félagsmálaráðherra hafi hellt sér yfir hann og hótað lögreglunni sem er náttúrulega bara eitthvað svona banana lýðveldislegasta sem maður veit og núna Guðmundur Ingi sem að hefur líka svolítið gert sig að allægi á ýmsum sviðum þegar hann hefur komið fram látið hann vita að hans þjónustu sé ekki endilega óskað áfram og hann geti það bara sótt og svo þegar náttúrulega allt fyrir háa loft að þá náttúrulega fólki sagt bara já og allar stöður verða auglistar þannig að það búið að segja núna að við alla, þetta svolítið svona eins og allir organistar myndi allt í henni lenda í því bara já, heyrðu, það nýr gospel kóra að koma bara í allar kirkjur en þetta eftir á skýring og ég held að það sé með það að gera sem að við vorum að ræða áðan og það að segja skoðanirnar og ég, það sem að fer aðeins fyrir brjóstaðum mér og þú veist, kannski ætti mér bara alveg sama að einhver eisti á Akureyri sé að missa vinnuna sína, það bara kemur mér ekkert við og ég bara hugsa til stærra samingi en stærra samingi aftur móti segir mér svona hversu oft getum við verið að keyra þetta algrími án þess að við séum það bara að fara að missa talent á þessum ýmsum sviðum sem að leiði það bara til síversnandi ákvarðanataka út af því að við erum bara að fá eitthvað bara einhvern inn fyrir einhvern út af því að sá sem að var sérfræðingur í sínu starfi og búinn að sinna því 18 ár hafi sýnt fram á það að hann sé á ákveðnum skoðunum sem eru bara held ég algjörlega í meiri hluta meðal almenning sko. Ég held að fólki finnist það almennt, ég held að fólk hugsi bara nei, þú veist, ef ég spurður án þess að hafa vita þetta, hvort að kynfræðsla ætti að vera hluti af fermingafræðslu ég held að afskaplega fáir myndur segja bara já, ekki spurning. En þetta álitsmál sko og ég alls ekki ég meina, hver á mótið við að það kynfræðsla, ég meina, það allt góð að leið með það bara spurning hvar, hvernig og hvenar og í hvað aldrei hvað sko, það tillautat ákveðin og það nú aftur svona, þú veist, það kastað á þig að veistu, það talar enginn við börnum það og ég alls ekki svo viss að eins og ég sagði, ég held ekki neitt ég frekar viss það alveg til foreldrar sem tala við krakka sína og náðist þessi samband og við getum ekki bara einhvern veginn og líka mjög oft þetta sem var til dæmis það gæti verið eitt svona vísbending af hverju ég svona fyrir út af því að biskupsstofa kom við fengum nýja sálmabók fyrir 2 árum núna 7 árum Hvað það nákvæmlega? Þetta kom bara ný sálmabók í kirkjunni Sálmabók, já. Það bara loksins kom nýtt sálmabók og þarna eru sálmar svo kemur núna biskupsstofa allt í einu að við megum alls ekki lengur að gera að það þarf í rauninni breyta
þú veist, fólk búin að vera í kirkju og í rauninni faðir vor djerun. Faðir vor má ekki vera. Yður og þér. Yður og þér, en svo skrýtnasta dæmi það miskunnat oss. Oss djerun, en við erum að segja miskunnat þú. Skilur, það engin sens í þessu, sko. Og við erum að flækja svona mál sem eru í rauninni ekki flókið. Af hverju ég verið að breyta þessu orðalagi? Ég spyr bara akkurat sama, sko. Að ég myndi vilja vita af hverju og svo sagt að, veistu, krakkar skilja þetta ekki. Veitum við hvað skilja krakkar ekki? Oss á ensku, krakkar tala ensku eins og móðurmál næstundi. Ass, þetta flókið? Nei, þetta ekki flókið. Og sem sagt, vor næstum þessu ár, svo að í raun þetta ekki flókið. Við erum mjög ofta að tala nýður til krakka eins og þetta geta ekki skilja neitt eða þetta geta, við sleppum prófum. Núna var það að þú manst eftir því þegar þú varst 13 ára gaur. Að minnstu kosti, ég var ekkert gullmóli, ég var líka að reyna á þolinmæti kennara og svoleiðis. Núna koma krakkar til dæmis í fermingafræðslu og segjum að fólk stendur upp í kirkju til að hlýða guðspjalli, þá mann ég þarna voru 3 ungir gaurar sem svona sitja niður í öx og horfa í kringum sig hvað gerist næst. Og ég fór eftir þessari guðstjónustu til þeirra og spurði okkar, eru til íþróttum? Nó. Og ég spurði hvað íþróttir og svo vorum við tala þarna skíði og dóttir minn var í skíði og svo framvegis ég spurði, þetta erfitt fyrir ykkur að standa upp? Nú. Ég sá að þegar guðspjalli var lesið að þá allir stóðu upp og sem sagt tíð voru þetta þungir þarna. Þetta bara venja hjá okkur í kirkju að í ákveðin þegar guðspjallið lesið þá á maður að sína virðingu með því að standa upp. Sjáðu, í kórnum maður sem lamandur í vinstri helmingi í líkama og hann stóð upp. Þá skildust okkar. Það ekkert mál. Við þurfum ekki endilega. Núna kom tillaga að pröfukeira nýjar nýtt messuform og þarna 4. það að ekki standa upp undir. Af hverju? Ég spyr, af hverju? Ég heyrði prest segja daginn allir sem að geta staðið upp. Já, það nú allt í lagi ef þú ert í hjólastól þá bara tillit. Ég meina, það bara eins og kaninn segir goes without saying. Hlaðvarpið í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það nákvæmlega þannig sem að þú færðan. Steinbítur sem valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekki eitthvað svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum heldur þetta bara gæði í gegn. Frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt, en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt, þá að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur þú e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. Ég skil alveg, þetta samt eitthvað svona stórkostlega sérkennilegt út af því að við berum enga virðingu fyrir reynsluspeki. Það að segja að það ekki borin virðing fyrir neinum normum, það ekki borin virðing fyrir neinu sem að við teljum reynslunar vegna að vera gott og það einhvern veginn öllu að vera rutt úr vegi og þetta út af því þú voru að tala hérna börnin, þetta líka með fullorðna. Ég var í samtali hérna helgina sem mjög sérstakt þar sem að við vorum að tala nám á hugvísindadeild eða félagsvísindadeild, ég man ekki hvort, og það var manneskja sem var að segja að námi og var að segja það bara svo frábært núna út af því að maður með gervigreind, maður bara, ég prófaði bara, ég hafði ekkert verið að nota þetta en ég prófaði bara að stempla inn bara svona nokkur hugtök sem ég þurfti að vera að tala og það bara gaf mér bara góða ritgerð og ég bara, wow, þvílíkt frábært og ég eitthvað, já, en verður ekki bara heimskari fyrir vikið og þú þarft ekki að takast á við þetta og hún sagði bara eitthvað, nei, það er bara, maður hefur meiri tíma, ég eitthvað, já, meiri tíma til að sitja á raskatinn og gera ekki raskat og hún sagði bara eitthvað svona, segja, nei, ég menna, það er alveg líka alls konar atriði og ég sagði, já, eina lausnin í þessu náttúrulega sem maður þarf að taka upp í háskólanámi
er að hafa staðpróf og fólk bara þurfa að þreyta próf án einhverja rosalega hjálpagagna það er að fólk segir bara já, nei, maður þarf að læra inn á þetta hjálpagagn, ég bara nei, það er ekkert mál að læra inn á hjálpagagn, þú þetta skilja af hverju hjálpagagnin komast á ákveðnu niðurstöðu og hún svona brossetíminn og sagði, nei, við getum ekki verið staðpróf og þá missur við út allt fólk sem er með kvíða og ég eitthvað, missum við út allt fólk sem er með kvíða kvíði er þú vandamál fólk hefur alltaf verið með kvíða og það er svona kvíða aukandi að vera að takast á við ný verkefni ég var með ákveðin kvíða sem kom hingað þess vegna að ég er ekki þjálfuður að fara í podcast skilur þetta er ekki mitt eðlileg umhverfi þess vegna þú átt bara að segja nei og fara bara í hjúp og vera væli ég let það bara gerast þess vegna að ég treysti mína ég er svo einfaldur að ég hugsa og segi þetta sem ég hugsa ég hef alltaf hugsað svona og reyni að vera sem sagt sjálfum sér ég vil að sofa vel með því að ljúga ekki og þetta hefur reynst mér yngar til að mista gott ráð já, og ég meina að vera bara heiðarlegur akkurat, og þetta er bara samt sko, við erum alltaf að ryðja öllum hindrunum einhvern veginn vegi og höldum bara að við komum út með sterkari einstaklinga og ég skil þetta ekki sko, og þetta er bundið í því sem að er búið að gerast við þig á Glerárkirkju þar sem að þú ert með óþægilega skoðanir og þú getur ekki verið að halda kjafti og þar að leiðandi þarf náttúrulega bara að ýta þér og vegi út af því að þú kannt að mögulega hafa vond áhrif á einhvern sem að fær þá kvíðakast Málið er í rauninni mér var boðið og við Jóhann dekkjumst í rauninni hver er Jóhann? Jóhann er sem sagt formaður sóknarnefndar og við höfum spilað í sömu grúppu golf til dæmis og hann sagði mér seinna að hann reiknaði ég dekk þessari 70% stöðu en mér fannst þetta í rauninni alltaf mikið bjartsinni það mátti nú að mista kosti spyrja mig fyrst hvað mér finnst það sko þá við spilum saman golf þetta er samt alvarlegt mál og núna þetta eru einhverja sem segja að hvaða drama er þetta að 70% starf eða 100% en ég er búinn að mér að segja hérna sóknarbrestur í Akureyrarkirkju sem segir það kemur alltaf maður í mann stað og allt saman og hún vitnar þannig eftir því að segja hún þurfti að fara í sjúkra sem sagt hún greindist með krabbamein og þurfti að fá sér sem sagt frí þá var hún á 100% starfi með tilheyrandi hérna veikindaréttindi núna er spurninga þá ég þá bara hugsaði að ég er bara einhver undramaður sem veikist aldrei eða hefur ekki áhættu ég meina þetta er bara eðlilegt að mínum að vilja frekar vera með 100% starf sko. Að kaupa eða selja húsnæði er ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því er það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast er við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu er staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Og líka sérstaklega þú ert skilaður 18 árum sko. Ég myndi alveg skilaði og það hefði verið hann í 2 ár og værir að fara í eitthvað svona sko. Já, en þetta er bara svo mikið hérna, þetta sem mér finnst verst er það að í rauninni þetta er engin ábyrgð lengur út af því að það er sem sagt kallað stefnubreyting sem ég núna var að skoða hérna. Það er náttúrulega bara þekktar skipulagsbreyting þegar á að reka fólk sko. Já, ég meina það stefnubreyting, ég spurði hvað er þessi stefnubreyting þá skriflega sko, ég sá að það var bara ekkert samþykkt á aðalfundi þetta neitt svoleiðis og stefnubreyting í rauninni gerir það að verkum að það þarf enginn í rauninni tala málið, það er bara einhvern veginn prestarnir mega ekki tala eða sem sagt samkvæmt
það sem Hildur segir að við eigum ekki að koma ráðningu við, ok, boltinn frá mér, svo sóknarnefnd segir að við megum ekki að ræða opinberlega starfsmannamál. Ég sagði, ok, ég skal fara þá, hann veit að ég kom hingað, ég spila með opið spil, og ég sagði, ég skal þá sjá mitt starfsmannamál og þá kannski þarf þú að tala sem formaður sóknarnefndar annar stað, þú mátt tala sjálfan þig. Af hverju þessar ákvarðanir eru svona skrýtnar, án þess að þetta væri plan B og það annars gerist aldrei neitt og það verður bara akkurat bara normalitet að við bara stefnubreytum eitthvað sem má kalla það hvaða breyting þetta var skiptir engu máli. Það var bara einhver sérfræðingur sem sagði það og ég veit til dæmis að mér var sagt að þarna var til dæmis lögfræðingur frá Biskupsstofu var með í plönum sko. Ég ætti nú ekki að ráða einhverju lögfræðing til að fá einhverju, þú veist, þetta starf. Ég á nóg að gera. En hefur þú fengið stuðning innan úr kirkjunni? Þú meinar þá starfsfólk? Já, bara almennt sko, því að núna veit ég að það mikil tókstreita innan kirkjunni. Jú, það hafa hringt í mig menn sko, bæði meira að segja frá sunnan og frá Akureyri og svoleiðis sem sagt þetta eftir að mér var sagt upp í rauninni ég þurfti að opna augu í málum sem ég hafði ekki hugmyndum. Eins og til dæmis það var enginn búinn að segja að núverandi sóknarprestur starfaði 7 vikur í fríkirkju sem ég var aldrei búinn að heyra Og eins og það var ekki búinn að tala neitt að hún sem sagt, ég hafði heyrt að hún var á sínum tíma með þessi brjósti Jesú. Hvað það nákvæmlega? Það var brjósti Jesú var sem sagt, þetta endaði stálítið. Það trans-Jesú? Það var einhver rúta strætó í Reykjavík. Já, með varalit og brjóst. Já. Og þótti þér það skrítið? Ég vissi það ekki. Ég var búinn að hugsa, heyrði eitthvað að það var hún sem var átti hugmyndina? Já. Ég hugsaði, við erum menn eru að breytast og ef hún ætlar ekki að fara þarna að sannfæra mig brjósti svo þá verður þetta bara ekkert mál. En svo á móti fór ég að hlusta til dæmis á podcast og þá segir hún þarna að henni fannst þetta mjög gott að Ísland var að rífast í 3 vikur út af þessari brjósti þessu. Og ég veit ekki að ég ekki sammála að þetta gott að allt Ísland að rífast í kringum Jesú. Mér finnst þetta bara ekki gott. Nei, þetta er sko, svo við förum kannski yfir í eldfimara svæði sko, ég menna, nú náttúrulega hafa komið upp mál þar sem að menn eru eitthvað að krota yfir einhverja transfána fyrir fram að kirkjur og eitthvað þannig og það náttúrulega ekki réttmætt, en aftur á móti þá sko, sem maður sem stendur utan kirkjunar og stendur utan þessara svona trúarbragða almennt, að þá veit ég sko, og ég skil ákveðin svona undirliggjandi pirring sem alltaf svona gerður í litlum skrefum þar sem að þú veist, já, við erum með trans-Jesú núna og fólk svona, það svolítið skrítið, já, hérna transfánin líka hérna beint fyrir framan kirkjuna. Við 2000 ár hefur þessi saga verið án þess að pæla, ég meina, eiga menn sem getur sanna mig það, eiga þau ekkert að fá bara Nobel eða, ég veit ekki, á hverju þarf að flæka þetta allt einu í eitthvað svona. Það hefur hvergi, þetta sem vandamálið hjá okkur, að við flækum lífið, ég meina, þetta orðin í rauninni normalat sem sagt, þegar þú sér að nágrannahúsið sko í eldi, þá eru í stað þess að stökka út og fara að slökkva, við verðum að halda fyrst fund til að ræða hvaða aðferðir eru löglegar sko. Og svo þegar þú komin í nýðustöðu þá þetta hús miður ónýtt nú þegar. Svo að við erum að flæka máli þarna hvar í rauninni þarf, eins og ég segi, kynhneigð einhvers ekki vera vandamál fyrir neitt í þeim málum. Þetta eru sko einhverju, já, við erum með ákveðin tilfinningar og svoleiðis, en ég meina, ef við erum að tala guðfræði,
ég þarf enga ekstra guðfræði fyrir tónlistamenn, ég þarf ekki ekstra guðfræði fyrir guðfræði. Og með Og þú tala að það sé svona að vera að einbeita sér að kannski einhverjum aukaatriðum sem mætti ekki vera einu málið að sem sagt, ég hef ekki verið vitni í þeim 18 árum að ég man þegar biskupsefni kom til Akureyrar og kosningar voru nálgast síðustu núna, þá sem sagt var þarna manneska sem var þá varaformaður í sókninni og hann spurði eitt spurning að sem sagt, hvað ætli þið að gera sem tilvonandi biskup til að bjóða sérstaklega velkomin LGBT og þetta fólk og ég hugsaði þurfum við að bjóða sérstaklega velkomin alla sem koma nálægt brindun eða sérstaklega velkomin þetta, ég menn allt fólk velkomin, þetta ekki nóg og ekki man ég eftir því að í þeim árum hefur verið eitthvað að mistökast ekki í minni návist að einhver samkynhneigt fólk hefur verið eitthvað fyrir einhverju þú veist. Svona aðkasti? Nei, ekki neitt, það hefur verið bara, þarna hefur, eins og ég sagði mér að segja í kórnum hjá mér, var samkynhneigt fólk og það var trans og ég meina það hefur aldrei verið neitt vísað burt, sko. Til hverst á hafa áhyggjur af einhverju sem ekki vandamál. Já, þetta náttúrulega þessi vandamála bransi, sko, sem að hefur náttúrulega tröllriðið akademíunni til mikill að miska. Það akademíun orðin umtalsvert verri út af öllum þessum dellu svona gremjufræðum. En sko, það annað í þessu sem kannski út af því að þú hefur reynslu af því að vera, það hérna málsáttur sem að segir á Íslandi að glöggt gests augað. Og þú ert ekki gestur út búin að vera hérna svo lengi en þú verður örugglega innsýn inn í það hvernig þetta í Íslandi þannig að þú hefur einhvern veginn samanburð er sama upp á teningnum á Íslandi? Já, það auðvitað þarna tiltölulega þetta samt öðruvísi sko, út af því að þarna auðvitað ef við erum tala Íslendingar eru svipaðir en Íslendingar í sína trúarmálum. Svo móti rússnesmælandi fólk í Íslandi. Þeir eru miklu meira sem þetta ortodókskirkja. Og þeir eru mjög íhaldssömi í sinni trúðarna ortodóksmenn. Og auðvitað hefur þetta líka ákveðin áhrif á eistnesmælandi fólk. Þarna meira íhaldssemi í þeim málum. Og ganga eistar samt sem eru ekki svona ortodóks jafn langt og við? Það núna var akkurat mjög óþægilegt fedradagur var nýlega og þá var þarna kom rifildi upp. Það sem sagt maður sem 80 ára gamall honum, og hann sem sagt formaður í ríkissjónvarpi, hann formaður þessari nefndar þarna og honum fannst ekki við hæfi að fedradags morgun dóttur var með samkynhneigt hjón sem voru búin að fá sér sem sagt börn gegn því að kaupa sem sagt einhverju, það ólöglegt í Íslandi. Staðgöngumæðurinn, hún líka ólögleg. Já, og sem sagt þetta sem fólki fannst líka þurfa endilega samkynhneigðir feður vera sko á fedradags sérdætti og það auðvitað kemur rifildi. Svo eru einhverjir sem segja bara þessi maður verður bara hætta strax, hann ekki í nútíma takti sko, en svo líka slatti af fólki sem segir að þetta bara rétt sagt hjá honum sko. Svo að í rauninni, ég alltaf í rauninni, ég get ekki ég segi einhver að veistu þegiðu bara eða svoleiðis, ég reyni að skilja, setja mig í spór þessari mannesku sem segir eitthvað og ég reyni að veita út hvort þetta sé einhver point í því sem þarna sagt eða þetta ekki sko. Að ég skil viðhorf sko, auðvitað báða en þetta akkurat það sem mig langar að samskipti væri á lífi
og rökræður væru líka. Ekki bara, veistu, sérfræðingur sagði og þegiðu bara. Þegið að farðu. Já, það bara málið. Að sem sagt, ég ekki að spyrja endalaust einhverju spurninga en þegar mig vantar að spyrja spurninga þá á þetta að vera hægt. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Annars ég meina, ég ólst upp á sovjaskum tíma í Íslandi og þá var í skólanum, til dæmis í sögutíma. Við vorum að lesa þarna og læra sem sagt fyrir próf eitthvað sem við vissum að það ekki satt. En þú þurfti að ljúga til að komast til næsta bekk. Þess vegna að annars myndi þú bara fella í prófi ef þú myndi ekki að svara samkvæmt þessari bók sem okkur var þarna gefið til að læra úr. Og ég hef oft hugsað að hvernig væri til dæmis að vera þá sögukennari. Þú veist að þú ert að kenna krökkum einhverju sem ekki alveg satt, sko. En þú verður að sannfæra þeim, þetta var satt. Og auðvitað þetta tímabil sem tengist þarna seinni styrjöld og eins og Ísland fór, það var ekki mjög mikið traust milli fólks þess vegna að þarna var akkurat, á mamma minn meira að segja eftir að sjálfstæði kom 91, við tölum miklu seinna einhver tíma og mamma segi, veistu, ég þarf að segja þér eitthvað en ég get ekki gert þetta í gegnum síma. Okkur, það einhverja hlera og vonandi kemur ekki svo tími á Íslandi að við þurfum að rítskoða allt sem við segjum. Það þannig. Það komin, já. Minnir þetta mál þitt þig á tímana í Sovétríkjunum? Við erum í áttina. Meira að segja skipulagt glæpastarfsemi, ef við hugsum svona. Það var 94 þegar ég kom til Íslands. Þá voru í Íslandi 13 sem sagt hópar, mafíuhópar, sem betur ferðir lendu í stríð milli sín og þá voru bara 2 eftir sem sagt þau bara trápu hvor annan þarna. En á Íslandi, ég kom hingað og það var, þú veist, kvöldfréttir og þarna var kannski talað í Reykjavík var slagsmál. Ég hugsaði bara, halló, þið vitið ekkert lífi, sko. Það var bókstaflega, ég ekki að ljúga. Ég var þetta vor 94 að klára háskóla og kom heim. Við leigðum okkur íbúð í svona 5 hæða og 9 hæða hverfi og 2 tíma áður en ég kem heim 3 leitið frá skóla var þarna stríð milli húsa. Bara menn voru að skjóta frá byssum. Og það var búin að drífa þetta áður en ég kom. Ég spurði hvað í gangi hérna, sko. Þetta var bara partur af lífinu. Og þá var þetta á Íslandi var bara einhvern veginn ekki. Núna erum við að tala þetta bara orðin bara þessu partur sem því miður COVID átti að nýtast vel við erum þá var möguleiki að hreinsa í þeim málum. Þetta þetta mjög sérstakt, sko, og líka á þetta því að ég lesi mikið svona af þessum fræðum, Česlav Miloš og Viktor Klemperer og svona þessa menn sem upplifðu það að vera, Václav Havel náttúrulega, sem upplifðu það að vera hann í Sovétríkjunum. Þannig að ég á svona dreg lærdóm af því og þess vegna kannski ég eins og ég þar sem ég bara
neita að segja bara já, ég trúi þér og já, ég skal bara segja þetta líka. En út af því að þú upplifir Sovétríkin, er það ástæðan fyrir því að þú ert, já, svona, hvað ég að segja, þröngsýnn og óþolandi í þínum, að viðhalda þínum skoðunum? Ég get ekki segja þetta, ég meina það nú fullt af fólki sem morst upp í Sovétríki og eru alls ekki í sömu línu en ég, sko, það er og við vorum líka með þó þetta var Sovétríki, þá vorum við samt börn sem voru að brosa og leika sér og bara með að segja það voru til þarna örugglega einhverju 13 ára krakkar sem stunduðu kynlíf, sko. En það var bara ekki mikið fræðsla í kringum það. Ég var að segja, voru sérfræðingar að kenna það? Það var bara engin fræðsla það. Ég man að segja, ég var komin, það kom hérna Dr. Norman sem var svona frægur og hann kom og við vorum auðvitað aðskilin með stelpur og hann segir, strákar, segja þið ætlið að fara eitthvað að gera þarna nálægt stelpum með einhver plön, sko. Það byrja frá því að raka sig almennilega. þetta er svona virðingavott. Já. Ekki að raka neðan. Nei, ég er að tala bara að raka bara. Annars get ég bendur auðvitað einhver myndböndar sem að sigga dög fyrir yfir kynfærarakstur. Það lítur að vera til. Já, en við vorum, já, ég var auðvitað í sérskóla líka, það var til dæmis, við vorum menn hugsað Sovétríki, þetta er bara, þú veist, villimenn. En við vorum, sko, okkur var kent að segja þú ert að bjóða dömu, dansta og hnapparðu fyrir auðvitað allt þetta húumál og svolítið, maður fer ekki inn í hús tekur ofan af og til dæmis þú ferð á undan dömu uppdröppur og niðurdröppur og það voru, sko, slatti af svona gentlemannareglum sem var bara okkur kent sem bara eðlilegt, sko. Svo að þetta var ekki svo viltur heimur þarna, sko. Nei, það er náttúrulega bara, þannig við endum bara það sem við byrjum, það er náttúrulega þessi reynsluspeki, sko, sem að mér finnst við einhvern veginn alltaf, það er bara alltaf hérna, já, ný regla núna og þú samþykkir hana og ég já, mér finnst þú skrítin. En hann betri þessi regla? Ef þetta er betri, þá auðvitað breytingar eru nauðsynlegar, sko. Ég man sig að það kom hérna flokkun í rusli á Akureyri. Ég hugsaði, guð minn góður, þetta verður bara hausverk og þetta er ekkert mál. Ég er lengtur við núna og það er enda bara farið með þetta til Svíþjóðar, þetta er ekkert endurnýjað, sko, Já, en samt þetta er ekkert mál, sko, og þetta er einhvern veginn fólk gat aðlagast þessu og allt í góðulega með það, en ég vil hafa, mér finnst þetta breyting ekki gott ef við erum með kynfræðslu í kirkjuskipinu. Nei, en kannski lagastu bara og þá bara ferð þú að kenna kynfræðslu. Nei, ég var akkurat að hugsa að ímyndin núna er sem þarna er rætt að þegar eru köld vetrakvöld, það er svo gott að læra á líkama sinn og sem sagt sjálfsfróun var sem sagt tekin þarna í gegn. Og ef ég myndi núna að fara sem organisti á sunnudagsmorgun og spyrja, strákar, eru þið búin að læra á líkama ykkur í morgun eða? Þá myndi ég rekin líklega, út af því að ég er ekki sérfræðingur. En það veit að þeir ekki minni áhuga að spyrja, skilur, en þarna er bara hver er sér og hver er Jón, sko. Það væri fínt ef við getum halda ákveðin gildi og sem sagt taka líka tillit að það eru ekki bara börn í kirkjunni orðið, það ætti ekki vera, það á líka vera pláss fyrir þann fólk sem hefur verið þarna áður og kemur þangað til að íhuga og tilbeiðslu og svoleiðis. Við megum ekki breyta þetta í skólastofu eða leikskóla. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu.
alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Nei, það eru okkur Það eru hinnir sem byggðu húsið og ég hugsa oft með daglæti til dæmis þegar mannur er að kveikja ljós í heimili sínu að það voru einhverjur yfir miðaldra sem komu fyrir 100 ár með rafmagn í Akureyrarbæ sko. Nákvæmlega. Sem við getum njóta af, það má ekki gleymast. Þá var heldur engin kulnun. Nei, það er svo sem önnur umræða. Og ég er í bílnum með eina húu sem mér þykir mjög vænt það var nefnilega í kirkjugór sem söng hjón og Inga brjónuðu fyrir mig lopahúu. Ég meina, ég á húur, en þessi, hún sagði, settu þetta í bílinn hjá þér, þegar þú til dæmis ger út af þetta svoleiðis, þá er hlýrra. Og það er hlýtt í bílnum út af þessari húu. Þetta er persónulegt, mér finnst svona lopahúur eiga að vera í lífi hvers mann stil sko, sem við kunum að meta og ég meina við erum fara bráðum að halda jól það gemur þessi væntumdykju tilfinning og hlýhug og reynum að halda ákveðina gildi svo að okkur líður í framtíð líka vel, ekki bara alltaf breyta bara út af breytingar sko. Mjög fín lokaorð. Valmar, velja odds. Já. Takk hérlega fyrir að koma, þangað til næst. Takk.